Andri Mar Flósason 19 ára nemi við starfsbraut menntaskólans á Tröllaskaga. Hann að gefa út sína fyrstu ljóðabók sem ber heitið Einhverfa, Tourette og þráhyggja. Við hittum Andra í heimabæ hans á Dalvík og forvitnuðumst efni bókarinnar. Ég hef eiginlega alltaf haft áhuga á ljóðlist og orti fyrsta ljóðið þegar ég var 7 ára. Og þá var ég aðalega að notast við rím, svo þegar ég fór að líða á, þá byrjaði ég að gera meira með stuðlum og höfuðstöðum. Já, ok, þannig að þú ert í þessu hefðbundna. Já, ég dáir svolítið af Davíð Stefánssyni, les mikið eftir hann, hans ljóðum. Og eru það ljóðin fyrst og fremst sem heillaði í skrifum? Já, en svo ég líka svolítið í því að skrifa smásögur og þegar ég var yngri gerði ég einhverja nokkrar sögur sem voru 30 blaðsíður. Það var bara ákveðmál sem ég hafði. Já. Og hvert sækir innblástur? Það er bara mjög misjafnt. Ég oft skrifa bara hvernig mér líður og þá ef ég til dæmis pirraður þá hef ég skrifað ljóð um það. Ég hef skrifað ljóð um til dæmis fugla og skrifað ljóð til fjölskyldumeðlima þegar ég á afmæli og þannig. Þannig að þú ert líka í tilefnisvísum. Já. Og skrifar þá bara nánast hvað sem er? Já, bara það sem þetta í hug. Já. Og farið mikla hvatningu. Þú ert í menntaskólanum á Tröllaskaga. Já, þau hafa stutt mig fyrir eitthvað vel fyrst mér. En þú ert ekki þú er ekki sótt neinn námskeið eða tíma, Nei. Þetta er bara frá þér komið. Já. Nú eru ljóðskáld og listamenn almennt ofta reyna að finna sér einhverja sérstöðu eða hvað sker það úr fjöldanum. Já. Hvað myndirðu segja að væri þín sérstæða sem skáld? Það væri kannski bara að ég er mest í að reyna að skrifa bara beint frá hjartanu. Það reyni að skrifa eitthvað, já, eitthvað til helst einhverja ættingja eða eitthvað þannig. Getur það ekki stundum verið svolítið erfitt að skrifa beint frá hjartanu? Jú, það getur verið það. En hvað er skemmtilegast við það? Það er bara eins og þegar maður að skrifa til ættingja, þegar maður kemst inn í innblásturinn, þá kemur maður svo mörgum fallegum orðum frá sér. En þið langar til þess að leyfa fleirum að lesa ljóðin þín og ert að gefa út ljóðabók. Hvernig kom það til? Það var Úlfar Agnarsson, stuðningsfulltrúi minn í menntaskólanum á Tröllaskaga. Hann hvatti mig í að fara að gefa út bók og ég ákvað að slá til. Og hvert er efnið þessara bókar? Er eitthvað þema hjá þér? Nei, þetta eru ljóðin sem ég hef samið frá cirka 2010 og er bara öll ljóð síðan þá. Titillinn á bókinni, hann er svolítið sérstakur. Já. Einhverfa, Tourette og þráhyggja. Þetta er titill sem grípur mann. Já. Hvernig kemur hann fram í bókinni? Ég vildi gera þetta út frá því að ég hef allt þetta og er með á einhverju rófinu, með ódæmigerða einhverfu og ég er með Tourette og svo fæ ég þráhyggju fyrir ýmsum hlutum. Og fyrstu 3 ljóðin heita eftir bókinni og í réttri röð. Svo er eitt ljóð seinna í bókinni sem heitir líka þráhyggja. Og eins og í Tourette ljóðinu þá er ég að segja frá kækjónum mínum. Já, og finnst þér ekkert mál að tala opinskátt þessa hluti? Nei, ég var bara alveg upp við að tala mjög opinskátt þetta. Og það hlýtur að skipta miklu máli? Já, mér fannst það skipta mjög miklu máli. Og gott að koma því í orð, koma því í ljóð? Já, mjög gott. En er ekki rosalegt ferli að gefa út ljóðabók? Jú, það er svolítið þá sem ég þurfti að byrja á því að setja allt upp. Svo sendi ég prófakanlestur, það voru 3 sem gerðu það. Og svo er hún komin núna til þann sem ætlar að prenta hana. Og er þetta eitthvað sem þú hefur lengi stemt að eða langað til að gera? Já, mér hefur lengi langað til að gera þetta en hefur aldrei svo sem látið verða að því. Og hvenær er áætlað að bókin kom út, veistu það? Nei, það er ekki alveg vitað út af óviðráðanlegra aðstæðna. Þannig að það fer vonandi að gera þetta fljótlega. Er ekki margir sem bíða spenntir? Jú. Já. Ertu til í að gefa okkur smá smakk af ljóðunum og lesa kannski fyrir okkur eitt Ég er með 2 ljóð. Annað heitir Einhverfa og er eftir eitt ljóð af titli bókarinnar. Bókin heitir Einhverfa, Tourette og þráhyggja. Það lýsir mér að ég er með þetta allt. Og það er ég er greindur með alls konar kvilla, einhverfu og fleira. Það getur verið erfitt, það getur verið gaman, það hefur kosti og galla.
Með þessari bók vil ég sýna krökkum eins og mér að við getum gert allt, ekkert ómögulegt. Svo næsta ljóði samtíð þegar mamma mín átti afmæli í fyrra og það svona. Á skaganum líf hennar byrjaði, það var ekkert smá, sem ung stúlka í faðmi móður sinnar lá. Svo stækkaði hún og stækkaði sem aldrei fyrr, svo varð hún á ungri og gullfallegri konu. Þessi kona sem ég svo stoltur af, hún sem fæddi mig þegar hann heim einn heitan sumardag. Já, hún sko móður mín, það veit sér vel, ég móður mín að elska meir en guð og menn. Og afmælisdagurinn hennar loksins genginn í garð, hún og faðir minn góði einnig eiga brúðkaupsafmæli í dag. Ég elska þig móður mín kær, ég skila til þín kveðju, eigðu góðan afmælisdag. Hún hefur væntanlega verið ánægð með þetta ljóð. Já. En segðu mér aðeins frá fyrra ljóðinu. Já. Ertu þarna að skrifa heim sem þú þekkir afskaplega vel? Já. Og heldur að þetta verði kannski svona opni á einhverja umræðu fyrir, til dæmis krakkar sem að takast á sömu hluti? Já, ég vonast til þess. Og svona, ég að reyna að sýna sér fram á krakkar með einhver og alls konar þannig raskanir geti gert það sem þetta í hug ef viljinni fyrir hendi. Hvort sem það ljóðið eða hvað sem Já. Frábært. Þú ert með þarna einhverja smá þakkaræði í lokin sem það eru greinilega margir sem hafa komið að þessu með þér. Já, það það. En ég vil þakka Menntaskólanum á Tröllaskaga fyrir að hvetja mig út í að gefa bókina og ég vil þakka Úlfari Agnarsinni fyrir að koma með hugmyndina að bókinni. Ég vil þakka Þóranni Hannessinni, Margréti Laxdal og Þorgerði Kristínu Guðmundsdóttur fyrir að prófa að lesa bókina. Ég vil þakka ömmu minn, henni Ólöfu og afa mínum, honum Helga, fyrir að styðja mig. Og einnig vil ég þakka mömmu minni og pappa fyrir það. En fyrst og fremst vil ég þakka Guðmundi Inga Jónathansinni fyrir að ætla að prenta bókina. Ég vil þakka honum að vera hlusta á allt það sem ég hafði að segja og allar hugmyndir fyrir bókina. Það mér ómetanlegt. Takk fyrir þetta og gangið vel. Takk.